Loki fer nú og rænir Iðunni og eplunum. Þjasi verður himinlifandi þegar hann sér Iðunni og tekur hana í fangið á sér. Það langbesta sem ég hef lent í, að hugsa sér að maður skuli ganga í gegnum þessu ósköp. Nú illt í efni á meðal guða. Æskuepli Iðunnar komin í hendur Þursa. Epli hinnar eilífu æsku sem guðunum og gyðjunum til að halda þeim sínum. Nú leggst ellin af þjóð. Þarna kemur að sjálfur Óðinn. Sá er hann gamall. Ég held að manni verði nægð að halda sig í rúminu. Það minnstakosti er engin ámæli lengur. Jæja, það er allt eitthvað rólegt til núna. Er ekki bara best að leggja sig bara? Það er alveg hræðilegt að sjá hvað ég lítið út fyrir að vera orðin gömul. Þú ætlar að sjá hvernig þú lítur út. Allavega ekki. Freyja mín, allavega ekki eins. Allavega ekki eins og... Sko lítið út til dæmis á Óðinn. Hann er orðin eins og ágamalt skar. Hvernig voru þeir að kalla Óðinn skar? Hann er eins og með 80 og 11. Þú ætlar að sjá hvernig þú lítur út. Þú tekir það að láta þegar þú leist í spegil. Hann hátt og fram. Nú verður eitthvað að gera. Það var með naumund að ég komst úr rúminu í morgun. Þetta er gersamlega ómögulegt. Því Þór með sér kraftinn það ráða stjörnuna á að fara að yfirbuga okkur. Við verðum að ná í Iðunni og æskueplin að allir verður svo gamlir að þið getur ekki tryggja þau. Alveg sammála. Þetta er orðið eins og elliheimili fyrir gamalmenni. Elliheimili eru fyrir gamalmenni. Þú ætlar að sjá hvernig þú lítur út. Það myndir ekki tala svona. Látum þannig að þau eru lítið svona. En einhvað að kjark og styrk æskunar. Brosandi gamalmenni. Æskun og reistinni rífumst við af. Hugrekki og bjartsýni, forsjón og skap. Lífinu gátum við gengið á hönd. Í gleði okkar hélt ekki fjötrunni bönd. Okkur mun dreyma vindi og borg. Ástin og gleði mun bless okkar spor. Ef þú blíður og réttur í lund, mun lífið þér hjálpa hver einustu stund. Hvar eru eplin góðu, með æsku töframáttinn? Hvar eru yngingar eplin, sem líkja okkur fyrir háttinn?
Nú verðum við að fá hann til að ná í Iðunni. og yngingareplin frá Þurssoni. Hvað er blæðaska? Hann er að stökk vinni hérna eins og við sjáum. Lokið svo einhvers ekki náðuna yðinur til að klóð þessa þessana. Þegar maður strax að staða til að loka. Það er hálft krakka mínir. Röskva og Hildarleif viðtökum á stað eftirlega á löngu stund þar til þau koma aftur með loka með sér. Arnar. Loki, nú ferð þú og endurheimtar yðin á æskueplin. Þá verð ég að fá að í fálkakápunum að Freyju lána fjæðurhaminn, þá flýg ég strax á stað. Þú gætir hans vel og engar hundakosti. Segðu þetta aftur, Linda, talaðu hærra. Þú gætir hans vel og engar hundakosti. Nei, þetta er ekki mig nú. Sér það er þess vegna sem við erum að náðu við hvað gæti gerst. Nú flýg ég strax að stað að sækja yðinni og epli. Ó vei, hvers vegna myrkvast himinn, hví dregur ský fyrir sólu, þungan arnsú ber fyrir eyru, risafugl flýgur fyrir sólina. Hann er við það að hremma bráð sína í sig, en hver er bráðin? Það er Loki og Iðunn og æskueplin og þau eru alveg við það að ná hingað til goðanna og Örn er við það að hremma Iðunni en þau sleppa og vei, hann steypist til jarðar og brennur til öskar. Þetta er þessi í dulargerði, hann er dauður. Hann upplöði sér í arnargerfi til að ná í yðin og eplin og Loka. Svona fenn nú þegar jötnar ætla að ræna að guðunum eða ávöxtum guðana. Og hér koma Loki og Iðunn með æskueplin góðu. Árúri. Vel gert, Loki. Vel gert, Loki. Og velkomin Iðunn. Já, og nú skulum við fá okkur epli að borða og yngja okkur aftur upp. Já.